Já. Komið sælir og velkomin að viðtækjanum, áhorfendur góðir. Það hörkuslagur í Íshockeyhöllinni á Akureyri hér í kvöld. Elvar Jónsson tekur vel á móti ykkur og með honum engin annar en a.k.a. Gústi Bóndi. Já, það heiður að lýsa leiknum með Elli. Herru, sömuleiðis Gústi minn. Við förum djúpt í þetta, ég held að þetta getur endað með skyggnilýsingum. Við kunnum nú leikinn þokkalega. Já. Við verðum búin að sjá öll múf hérna löngu áður en það gerast og reynum að koma til skila í útsendingunni. Skemmtilegt hockeykvöld, stelpunar okkar var að spila áðan, spiluðu unnu 4-2 eða ekki? Leikurinn hafinn. Leikurinn hafinn, Björnin komin í sókn. Með reynsluboltinn Ingvar. Og það Fjölnir núna. Fjölnir, já. A5 sendingar og Jón fer inn í komin í sloppið og vel varið. Já, það Holly sem í markinu hjá Fjölnir. Holly Staples. Já, var þetta glæsilega. Jói Leifs komin í dundrandi færi þarna eftir góða sendingu frá Haffa. Þetta var dundursókn. Það gæti, Fjölnir gæti átt á brattan að sækja. Þeir eru bara 12 úti leikmenn sínir sem hjá þeim þegar líður á leikinn. Já. En engan síður Emil Allengard, þjálfari Fjölnis, búinn að vera sjóðheitur undanfarið. Og ég spái því að hann dragi vagnin hérna langleiðina. Enda einn af allra bestu leikmennum sem Ísland hefur átt. Já, hann búinn að gera Fjölnir að liði aftur eftir að hann kom sér í form og fór að vera á ísnum að einhverju viti. Já. Djúpressa. Heiðar með pökkinn. Heiðar tekur bara skotið og Holly verður það. Þá var það Atli Sveinsson, tekur skotið hinum megin. Það fyrir gegnum allan pakkan og Gunni Ara og Unnarnar þess að tippa í hann. Fjölnir reynir að losa út til þessu. Góð pressa hana hjá Birki. Já, og Tómas og Fjölnir að pressa á hann. Stöðvaði ríkgrúfing hjá Fjölni. Kópur sjóðandi eitur auðvitað. Níkona Magga Finns. Hefur lært allt sem hann. Já, hann stóð sig vel á olnboðsmótinu. Mjög vel sko. Tómas kemur þessu út fyrir Fjölnir. Bertó með pökkinn. Ríkgrúfing hjá Essa. Pétur tekur þetta yfirhandafintu. Bjarmi með pökkinn í horninu. Sendir hann í ramman og fram. Andri Sverris rétt mista á honum. Pétur er búinn að fulla ferðina og pressar á hann. Og þá það Bjössi lokkar á þetta hérna. Stýrir manninum að rammanum. Þeir dömpa honum inn í Fjölni. Jakob tekur hann. Þá Bjarmi. Bjarmi með sendingin ramman. Yfir Andra Sverris. Andri kemur djúpt, þeir klára skiptinguna, þessa menn. Emil. Ríkgrúfing hjá Fjölni. Já. Viktor. Emil ber hann upp. Já, það hans að farast lífi í þetta. Örlítið, Ormur. Tekur sveginn sinn. Já, tæpur á og tekur aftur. Ormur fer alla leið. Já, hann er ennþá með hann. Kannar kom það góð pressa á Jakob. Og dómur, það bitdómur. Captain Fantastic, Andri Már Mikaelsson. Hann fiskaði þennan. Já, hann er ekki svona linur í löpunum. Já, ég hitt hann í barnaafmæli og sagði hann láta ungu strákana heyra að þeir leiknu þau skilur sig, þó hengi skammi fyrir á þjálfarunum. Akkurát. Og láta heyra að þeir spila ekki leikinn hans. Akkurát. En það eru tveir hoknir þjálfarar hérna hjá Essa. Kóti Lettan, Sami Lettinen og Eurovision-stjarnan Rúnar F. Og þeir leiða deildina að þessu sinni. Styttist í úrslit. Fjölnir, hverfandi leikur að þeir komast í úrslit. Haffi tipar honum. Kópur hreinsar.
Og í markinu hinum megin Jakob Ernfeldt. Sveitastrákur. Alinn upp á Gústaf Bónda. En það sést það á kjöttin utan á Jói fer alveg inn í slotti og setur að rétti við þess lána. Þið þurftu nú að reyna að ná að stilla upp hérna í svæðinu. Haffi yfir Gunna. Það vantar róa á þetta. Og kemur hamar frá Orra Blöndal. One-timer. Svo góður. Stemd í skeitin. Vel varið. Orri sett inn headhunter þarna inn í hauginn. En Holly Staples kom vel út úr markinu. Já, þetta var flott hvernig Essa vann skotfærið. Hver og einn maður dró mann í sig þangað til að opnast fyrir bara frýtt skot hjá Orra. Þetta var vel gert. Emil og Heiðar í uppkastinu. Gengur eitthvað illa. Guðni startar hið ekkert fyrir en allir eru klárir. Það er nú vel gert hjá Heiðari þegar Emil virðist nú vinna flest uppkast. Balti yfir á Alla, Alli dömpar honum inn. Hetjur Einsson hann það. Unnar. Setur hann bara í skeitin. Unnar Rúnarsson. Rífar hann í gegnum þakið til það. Og skautavél Akureyrar komið leiðir þetta. Það var eins og að setja, hann hótaði alltaf hann sem væri með sendingamöguleika á 2, bæði næstöng og fjarstöng og svo sett hann bara. Gríðarlega skotið þarna. Flott mark hjá honum. Hvernig hann fór í þetta, hann hótaði alltaf gjöfinu og komst bara nær, skilur og létt svo vaða. Glæsilegt mark hjá honum. Já, frábært mark. Ég sá ekki stóðsendinguna. Við finnum hana seinna. Æja. Matti Olliar uppkastinu. Fjölnir vinnur uppkastið. Já, Jakob Drjú. Dóri með hann aftaði markið. Halldór Skúlason. Já, en Fjölnir. Fjölnir hirðir þetta með Og skot. kemur Kópur. Skítur en ekki gegnum pakkan. Og Tómas Lídal missir hann hana og Birkir Unni með hirðir hann upp. sendingu inn á Birki. Unni með skoppar í kjöluna. Tómas í barndinu fyrir Fjölnir hana og Birkir og Matti komin inn í hauginn. Og það Unni sem að hittir ekki. Hann ennþá laus pökkurinn. Ótrúlega að fá að standa hann, það skulle gera settir á raskatið. Fjölnir horfði bara á pökkinn. Góð barátta þarna hjá kjúklingalínunni. Þetta var bara góð barátta og mikil pressa. Frábært. Bjarmi hendur honum inni. Og þá var það Fjölnir Fjölnir. leggur í hann. Alveg tækling hana. Geggjaður. Girðingarstöðurinn Bjarmi Ásgrímsson. Og Halldór Skúlason. Stöngin út. Gústi, þetta hörkuleikur. Ja, þetta hörkuleikur. Og kemur Fjölnir á stóruferðinni. Hektor nær ekki að koma nú út. Andri. Og það skot á markið en Pétur með hann í slotti. Pétur skýtur bara aftur á markið. Emil Arngarð. Leðjubjörnin. Nær skot á markið. Og svo hvað? Andri var í slottinu, þetta var bara flott hjá Björns að setja hann þarna inn. Viggo Hreinsson hreinsar hann langt út þarna. Og Essa fer í sókn. góð tækling þarna. Á ónákvæm sending. Hilmar og Helmar með vontamerun. Vel gert þarna. Hilmar Sverrisson kláraði tæklinguna á, skautaði svo á fjærstungina. Já, strákarnir verða að spila pekkinu. Þetta verður hættulegt að bera upp pökkið svona þegar þú fætt tæklinguna, þá bara ertu í djúpum skít. Já. Andri Sverris kemur hann út fyrir. Og Ormur. Enga til að senda á, Hann er einn nær að klára skiptinguna. Vel gert hjá Ormi, heldur hann niður í horninu. Bjarni vinnur Tómas pökkinn. Vídal. Hvað gerir Tómas? Já, hann kemur honum. Og góð Flott sending uppspil hjá yfir. Fjölni. Mikael. Orri pressar þetta. Já. Orri lagði hann bara, Emil. Þetta sér maður nú sjaldan að Emil sendi heilsendingu, bara maður sér það ekki. Ingvar Jónsson með hennar netta hana, Jói Leifs, en það er Viktor Svaðarsson sem stígur hann út hana og hann kemur hann, býtu við, Fjölnir kemur í hvað er í sókn. gangi? Við spilaði á Fjölnir hana, en Sölvi Jói Einsson, með sendingu á andra.
En hún fór inn á marki. Já, já. Holly Staples. Fristir hann bara. Fristir hann. Hörru, þetta er hörkuleikur. Já. Innbæðingarnir eru samt aðeins feskari. Já, Fjölnir er ekkert að gefa þetta, sko. Þeir stóðu sig frábærlega leikjunum daginn fyrir sunnan. Já. Og spila bara mikið skemmtilegra hockey heldur en þessa. Já. Meiri hlutan af leiknum. Átti skilja að fá eitthvað út úr því. Og Heiðar vinnur þetta, en hvað? Unnar kanna. Unnar spinnir, já. Góð tæklingan eða Gunnar Ara, en þetta var Olbogi. Tekking from behind í hausinn. Þetta er Olbogi. Gunnar Arason er að fara í bóksið. Þá fáum við powerplay. Menninir af Flatarlandinu, hvað gera þeir í því? Setja þér turbólínun inn á. Örugglega. Já, ég er ánægður að sjá þetta að Unnar og Bergþór Bjarmi fjórir í varnarspilinu þarna. Já. Unnar er mjög sterkur í því, finnst mér. Skemmtilega sem hægt er að gera að spila boxplay, sko. Það er bara geggjað. Sammála þér. Jæja, þá er það Fjölnir. Martin, hvað gerir hann? Og kemur vel blokkerað. Unnar tók þetta skot. Yfir á Hilmar. Hilmar heldur honum. Og aftur yfir á Martin og Hilmar. Hilmar með skotið. Unnar blokkar þetta, vel gert Unnar, en meitti sig hana. Essar að spila þetta mjög vel. Frábært, Halldór Skúla í baráttunni. Og Heiðar næra dömpunum út. Hilmar fyrir Fjölnir, pikkar hann upp. Kemur hrein skipting. Á báðum liðum. Gunni Ara, check it to the head. Olbogi. Já, þetta er athyglisvert. Powerplay, en Mikael. Einn á fjárstöng og kemur hann það! Jakob Verda. Þetta var nú rosalega gert hjá Ormi. Hann náði að krækja hann undir kilvuna hjá Vel hann. gert. Sölvi Eidsson með engan að skora þarna. Ormur reddaði nú þessu bara. Já. Pétur í djúpu pressunni. Góð pressa þarna á Pétri. Heldur hann við efnið. Tómas. Og nei. Það gengur ekki. Sölvi. Þetta er nú mjög sérstakt uppspil hjá Fjölni núna. Ég skil nú ekkert í því. Það er allt opið. Það er eins og sé að hvíla sig bara. Og þá, Mikael. Yfir á Tómas. Og Jakob missir hann á. Það var bara fínasta tækling hjá Unnari. Já, Jóhann Kristjánsson lendir svo í tækling og snýst hann niður. Og Martin spinnir sig inn. Lúmsendingarna og kemur Emil. Rétt yfir markið. Orri Blöndal laðist hérna fyrir markið líka. Vel gert. Emil. Stór hættilegur þarna. Orri er að passa Viktor í slottinu. Aftur yfir Emil. Geggjum markvist á Jakob. Vel gert. Ingvar pressar í horninu, Emil á. Emil er kilvulaus þarna. Satt með Ingvar Jónsson í vasanum. Niður í horninu. Orri reynsar þetta upp hinum megin. Og Emil kom í kilvun aftur. Þeir eru ennþá að Ingvar reynsar þetta út. Kópur. Járnkallinn. Nei, Kópur með lilla sendingu. Heiðar stál þessu. Já, Kópur vinnur aftur. Emil. Æja, þá kemur Björnin. Nei, Fjölnir. Halldór Skúla lokkar á þetta. Hilmar missir pökkinn þarna og Dóri missir pökkinn líka. Matti. Sendir á Bergþór Bjarma. Bjarmi yfir á Unni. Sendir hann aftur á Bjarma. Rólegir núna, rólegir. Já, snýr hann af sér. Vel gert. Unni droppar honum. Halldór Skúla nær honum ekki. Og Fjölnir hirðir hann upp. Þetta var alveg rétt það sem þeir voru samt að reyna. Þeir voru að reyna að ná uppspili. Vel gert þarna, Birkir. Kemur hann út fyrir. Birkir er hraður, mjög hraður. Sjáðu. Birkir spinnur sig inn, sendir hann góð sending hjá honum. Þarna er kilvan hjá. Unni var að hraða pappa síns Massa þarna. þurfti að vera komin inn á slottinu, inn á marki. Æja, það var Matti. Matti með lélegt skot. Og Fjölnir hreinsaði þetta út. Já, Sölvi Eidsson. Ótrúlega hann skildi ekki að reyna að hirða pökkinn upp í stegi að vera að fara í skiptingu þarna Fjölnismaðurinn. Pétur og Ormur.
og Holly Staples étur þetta. Það allt að gerast. Það allt að gerast. Já, Emil Allegard sjóðandi heitur hann hinum megin. Essa með fleiri skot á mörk, þeir ná frekar að setja hann á markið. Já. Þó að Fjölnir hafi ná ágætið sóknu, þá er ekki ná skoti, ekki mörgum skotum á markið. Já. Emil á móti Björsa. Emil tekur það. Þá kemur Fjölnir. Viktor. Vel gert þarna á Fjölnir. Nei. Bjössi kemur honum, ekki yfir á Andra Sverris. En Pétur er með hann, yfir Andra. Og Bjössi! Bjössi í dauðaværingi. Bjössi með mættu til áréttur. Uss, með enga leið að setja hann þarna. Sjóðandi heiturkallinn. Örugglega búinn að vera í nudd og gufu hérna dag. Ingvar örugglega búinn að vera að nudda. Pottitt. Allan að nudd í honum kannski eitthvað. Nudd í honum. Bjössi er að skila sínu, það er ekki spurning. Já. Nei, kemur hann það. Atli með pressuna en... Já. Martin Simonek. Þeir vildu hafa 2 mínútur á... Já, þetta er ekki 2 mínútur. En það var snerting á Kilvu, Ef þú ert varnarmann, þá er þetta ekki 2 mínútur, sko. Varnarmann er aldrei að reyna að skjóta upp í stúku, sko. Nei. Gleyma þið, sko. Nei. Þegar ef einhverjir Svendar eitthvað er að þvælast niður í horni, varnarmann er aldrei að fara að skjóta upp í gleri, sko. Nei. Æja. Aukast. Inn í varnarsvæðinu. Jói Leifs, fyrsta lína er núna inn á... Jakob og Jói. Jói hefur þetta. Út á Ingvar Ingvar tekur, hann var á það. Í mann og þeir, aðja Orri, það var gott að Orri komst í þetta, annars hefur komist 2 á 1. Já. Og Jói Leifs. Og Atli Fjörstung. Ingvar. Yfir á Atla og hvað gerir Atli? Flott sending inn í slottið. Andri Már Mikaelsson. Frá Ingvari. Það er ekki alltaf málið að setja hann endilega eitthvað að reyna að setja hann upp í skeitt, en senda hann bara eftir ísnum inn að marki og menn taka reboundið. Já, kemur pressan. Tómas, losa pressuna. Kópur. Hvað gerir Kópur? Kópur yfir og Unnar. Færir okkur pökkinn, Unnar spinnur sig í gegn. Fagnandi og skoraði fyrsta mark SA áðan. Gunni pressar þetta. Gekkjaði Gunni. Unnar hýrði pökkinn hérna. Skemmtilegu power forward Unnar. Og Emil. Þannig Fjölnir að reyna að teygja á spilinu. Já. Tómas. Undir svona pressu á þær að vera teygja á spilinu. Já. Vel gert til Tómasi, en þeir þurfa að koma með honum. Það eru fleiri með honum liði. Já. Þannig kom sendirinn upp. Emil, yfir á Kóp. Kópurna kemur hann ekki út. Góð pressa, Unnar. Onni í hornið. Heiðar pressar á þetta. Og Emil Allegard. Æja. Tómas. Og hvað verður þessu? Þetta er bara fínt ríkrúming hjá þið. Þeir eru bara að lengja losa pökkinn á næsta mann. Kópur. Þarna. Jæja, sjötti spilarinn. Ramminn. Skilaði sendingu fram á við. Viggo er ennþá með hann. Og. Þessa kemur honum út. Æja. Kjúklingurinn er komin inn á. Unni að axla eitt í þetta. Það var gott hjá honum. Bjarmi, losa pressuna. En kemur skotið og Halldór með pökkinn. Martin. Herðu, og Fjölnir er ekki að halda þessu. Halldór Skúla. Sendir á dómarann. Senda á mann sem var að fara í skiptingu líka. Martin. Unni pressar. Góð pressa á Unna. Svona á að tækla. Svona á að láta fara í mennina eins. Og það er Darraðans þarna. Pökkurinn er þá laus. Og það er Martin sem lærir að losa pressuna á Fjölnir. Kemur hann út fyrir Halldór Skúla. Og Arna fer með hann inn. Tekur skotið. Já. Markmaðurinn var ekki með þetta alveg í hanskanum. Arnar er þá með hann. Fór í slána og yfir. Arnar með skotið! Munaði einhver Pétur kemur hann á fjärstengina. Ég held að þetta væri Pétur Pan mættur hann. Þetta var svo flott. Kemur Bjössi. Bjössi heldur á hann, rífur hann inn. Og Jakob og Mikael hann. Jakob. Fjölnir með sendinga bak við marki á sér. Þeir eru bara, þetta eru ónákvæmar sendingar, sko. Menn ekki að klári með kilvuna niður í... Fjölnir er að gera allt rétt. Það vantar uppspilið. Furðulega. Já, þeir eru bara... Ef þú æfir eitthvað mest, þá er það uppspilið.
En þeir komast ekki út fyrir Það er svokallaga regrouping, skilurðu. Já. Menn eru komnir í stuðning og þegar Emil er sendir þá kemur hann og býður sig og hann fær pökkinn og menn eru komnir upp á hasmörkin en svo er bara sendingin út, hún bara virkar ekki. Nei. En lagar þetta í öðrum leikluta. Já, þeir... Kemur hérna Hafþór á 2 mánuði að skjóta. Ingvar. Hvað gerir Ingvar? Sendir hann út á Orra Bláu, Orri með skotið. Orra leiðist nú ekki að skjóta þarna. Og Fjölnir losar pressuna. Hilmar Sverrisson. Ingvar með press. Andri setur hann inn fyrir... Jói. Missum sending. Og Fjölnir kemur hann aftur út fyrir... Nei. Emil tekur þarna. Góð barátta þarna. Andri klára tæklinguna. Já, þetta var gott hjá Andra. Það er eins og þessi oft feimnir að fara aðeins í Emil. Andri pressaði hann þarna aðeins. Stoppaði skautalegina. Hvað gerir Fjölnir núna? Hann kemur, sendingin. Og Sölvi. Engin næsing. Atli yrðir... Nei, hann yrðir að... Sölvi er ennþá með hann. Og heldur hún bara með hann. Fjölnir klára skiptinguna. Við þurfum að overloada, við erum búin að gera það þarna. Við þurfum að fara út með þetta, svona, já. Og það er Atli Dennarsson. Nei, þeir tekur rosaleg tóndrekk hann að maður. Skilur hann eftir. Unnar með... Skautnast í Atla niður. Þetta er í lagi þegar hann tekst, en þetta er sko 10 sinnum ekki í lagi þegar hann mistekst. Já. Unnar klára á tæklinguna, hann á Kaupur Steinlá. Unnar aftur hinum megin. Reynir sama skot hinum megin. Nýbúinn að setja hann í þagniti. Unnar er snöggur að vinna skotfærin. Hann þarf ekki mikinn tími í þetta. Og hvað verður úr þessu? Unnar heldur honum, kemur honum djúpt. Heiðar pressar á Tómas. Tómas hefur hann. Og þá er Þarna þurftu þeir að mynda snertingu við manninn handan við ramman, ekki að láta hann alveg vera. Já. Skipting á báðum. Unni með pökkinn. Á kemur Unni með langa. Yfir á matta en of langt. Og það er engin... Það er ræsing. Hörkuleikur. Ekki nema 1-0. Það er bara alveg í játnum með þá. Mér sýnst bæði liðin bara að vera að gera þetta þokkalega. Það vantar bara herslumuninn oft. Já. Og frekar á björninum í breakoutinu, sko. Já, Fjölnir. Fjölnir fyrir ekki þið. Æja, hvað gerir Fjölnir? Æ, nei. Birkir kemur hann ekki út fyrir Emil Allegard með missunna sendingu. Og Viktor og Bjarmi þarna í horninu. Bjarmi hamrar hann niður. Og Þetta var nokkuð gott. Viktor er þokkalegu móli. Já. Þá kemur skotið og Jakob sá hann aldrei. Mikael. Haldur Skúla. Haldur Skúla með hana þá. Ekkert grín að lenda þessu leggur bara í kjöti. hann. Dóri, hvað gerir Dóri? Hann er ennþá með hann. Ákveður Fjölnir. Nei. Arnar yfir á Pétur. Pétur yfir á Arnar. Farðu bara alla leið. Kom svo. Jájá, fínt. Dömpar hann inn. Björsi pressar þetta. Já. Tómas losa pressuna. Þetta var glæsilegt. Kemur hann yfir á Pétur. Og aftur. Arnar með skotið. Þetta var glæsilegt hvernig þeir unnu sig út úr þarna í horninu. Arnar heldur honum inni. Góð bara það. Og Fjölnir fer í sókn, konur yfir Bláu, Falur. Viggo Hlinsson hana. Og þetta Viggo. Eru allir eins búningum aður, skiptir yngur. Emil, búinn að snúa þrjá á sér. En, hafið ekki. Og það eru Ormur. Rock'n'roll hockey hérna. Nei. Haffi pressar þetta. Jói vinnur pökkinn út úr því. Jói Leifs með lúfskarinn inni! Jói skeiði eftir Markmaðurinn og afstöðunum! Glæsilegt mark á Jói, þetta var sending! Þetta var sending yfir á Andra. Markmaðurinn færi sig bara aðeins út. Þetta var svakalega flott mark. Jói var að fara að senda hann á Andra. Já, Jói, ég held að Jói sé búinn að vera að þjálfa sig hnakkaskot. Já.
skýtur aftan í öxlina á Holly Staples og það er inni. Þversláin inn. 2-0 í himbanum. Hörkuleikur hérna. Jói Leifs með... Já, sko, þetta var náttúrulega aldrei sending. Það skýtur aftan í öxlina á markmanninum og Andri átti að taka hann á fjastringina. Hann er aldrei, það er í brjóstkassa hæð á Andra. Já, hann skaut augunum út í bæði sjáöldrin og þóttist vera að fara að gera eitthvað og sett hann svo. Markmaðurinn vissi ekkert hvert hann var að horfa. Gunni Ara, hvað gerir Gunni? Yfir Unnar. Það er bara látið vaða. Hann er shaky í markinu. Hörðu, kemur dropp. Fjölnir leggur í hann. Fín sending. Og hvað verður úr þessu? Tekur hann djúpt. Gunni Ara étur það uppi. En... Jæja, þetta er hægt að vera markið. Og... Pökkurinn er þá laust. Og... Martin gefur hann djúpt. Unnar sendir hann út. Vel gert þarna hjá Martin, góður. Martin grípur hann bara. Já, rífur hann inn aftur. Og fylgir Pressa sjálfur. Góð pressaði vinnur pökkinn. Kemur hann fyrir. Og Viktor er bara að skjóta. Og skorar ekki öðruvísi. Ára Hilmar. Og yfir á Viktor. Viktor, nei. Sendir hann öfum með Emil. Kemur hann ekki inn. Hvað er úr þessu? Halldór fer inn fyrir, sendir hann yfir á Matta. Matti nær honum ekki. Halldór Skúla. Halldór vinnur sinna marki. Halldór Skúla! Með bakhöndina. Emil Annegard. Matti snýður sig við. Góð pressa þarna. Unni stelur honum. Unni! Og Lottenin úti muna engu að Unnina konu við og Matta þarna. Já, hérna, Gústi, maður er móður að lýsa þessu. Já, Essa er bara, þeir eru fínir í pressunni, sko. Ég meina, þeir eru að stela pökknum. Þeir eru, ég veist, Fjölnir aðeins svona, þú veist, þeir eru aðeins og lengi að hanga á pökknum, sko. Já. Fjölnir eru fínir á öðrum og þriðjungi, sko. Já, vantar átt rammastuðningin, sko, þegar þeir eru að vinna frá sínu eigin marki. Já. Þessi komið maður áttur á hasmörgin. Akkurat. En ef Essan er að keyra líka á 4 línum, þá verður þetta erfitt, sko. Sko, ríkrúpið og snúningurinn er bara 1-2 og bingo eru konin inn aftur, sko. Þannig að það er engin friður til að skipta það neitt, sko. Þannig að svo kannski róast leikurinn aðeins í annar og þriðju lótu. Við ætlum að fara að fá okkur heila kaffikönnu og nokko, eða eitthvað. Reyna eitthvað. Og hérna, komum með það vörmuspori með skyggnilýsingar. Gerum það.
Jæja, til allra hamingju fyrir ykkur, þá erum við komin aftur í loftið. Og ætlum að renna yfir hérna fyrsta leiklita. Hressilegu leikliti, góð pressa frá SA Víkingum sem að skilaði fyrsta markinu. Lá í sókn hreinlega og það er Unnar Rúnarsson sem að beið og sett hann svo í þaknettið. Og svo jafnaðist leikurinn töluvert. Fjölnir komst meira inn í hann og Emil Alnegard og Hilmar og Martin og fleiri sem að komast betur inn í leikinn. En svo þegar líða fór á lótuna þá kom Jóhann Leifsson niður vinstri kantinn og svona hótaði sendingu yfir en skaut aftan í öxlina á Holly Steples í markinu hjá Fjölnir og fór í þverslána og inn. Þannig að staðan er 2-0. Já. Rosaleg pressa frá SA Víkingum. Fjölnir að gera margt rétt. Þeir að reyna regrouping. Já. En það vantar ofta að kannski að kanturinn er komin upp á hafsmörkin og það vantar síðan hraðalinn í hinn kantinn, að vantar mannin á ferðina til að skera til að fá sendinguna út úr varnarsvæðinu. Já. Svo liði ekki til lagt í hann. Þriðja sendingin út er að klikka aðeins hjá þeim. Já. Ef þeir ná því þá eru þeir bara vel í leiknum. Já. Og eins má segja kannski hjá SA að kanturinn þarf að koma meira upp að hafsmörkið þegar þeir eru að reyna regroupingi og er í pressu. Þá þarf kanturinn að koma dýpra inn í varnarsvæði til að fá sendinguna. Ég meina, hann getur senda hann bara aftur á bakkar þegar hann er hann í stuðningsskiluru ef sendinin er ekki klár í skautið upp miðjuna. En eins og ég verð að segja, draumabyrjun hjá Víkingunum, þeir eru að fortchecka, alveg svo brjálaði menn, og svo eru þeir að tækla, sko. Já, og það er munurinn, sko, skilur þú? Já, þú veist, Unni, Bjarmi og fleiri eru að klára tæklingarnar á menn, þeir kannski missa pökkinn, en klára tæklingar á mannin, þannig að maðurinn er ekki að stinga sér undir svo blautur fiskur og sigli bísinn, sko. Já, eins og bara þegar að leikurinn að byrja, en þegar pökkurinn fer í ramman eins og inn í varnarsvæðinu og Fjölni að strákarnir sé að snerta mannin þar en ekki bara slá með kylfunni eitthvað í pökkinn. Já. Jæja. Það var það fallegasti fyrirliði allra tíma, Ingo Þór Jónsson. Hann byrjar leikinn. Hafþór droppar yfir á Jóa, Jói kemst ekki inn og Viktor fórnaði sér í þetta og kom honum út fyrir. Andri Mikaelsson yfir á Ingvar djúft og Hafþór lætur hann fara þarna. Orri kemur hann djúft aftur, Andri með hann, Hafþór, Andri. Þetta er bara flott spil hjá SA núna, þeir eru bara að láta pökkinn ganga og vinna þarna skotfæri. Já. Og þá er það Fjölnir, Viktor. SA verið í skiptingu, Viktor berur pökkinn. Hann hafði engan annan kost, liðið við að fara í skiptingu, þannig að hann var bara að fara þarna upp með þetta. Aðeins svo snemma að klára, sérst þar Hinsan. Já, SA er að stýra þeim alveg ágætlega, skilurðu, í fortekinu, hérna út með römmun. Þeir raunverulega komast aldrei upp með pökkinn. Við reiknum með Fjölnir ferskari þessar lótu, þeir eru undan vindi núna. Það er sunnanátt í kortunum. Jakob og Heiðar. Jakob vinnur þetta. Og hvað gera þeir? Fjölnir fer í skiptingu. Sölvi kemur hann djúpt. Atli, Gunni með langan yfir Atla og hvað gerir Atli? Stingur sér yfir. Hann er búinn að vera í. Skora! Hann bara að setja. Atli Dennarsson, númer 20. Þetta var bara glæsilegt. Hann spiluði bakkarinn á milli sín. Þetta byrjaði með einni D2D-sendingu og Atli fer í skauta fram. Já, geggjum sendingur á Gunnar Araðna upp á Atla. Atli er búinn að þjálfa í allan vetur með Gústaf Bónda í Old Boys. Og það sést eins og við drekka kristallinn. Hverjir þjálfaði með Gústaf Bónda í Old Boys? Atli er orðinn ekstra betri í múunum eftir að hafa verið á móti mér. Hann hefði þurft að reyna að búa eitthvað nýtt til, sko. Þannig að aldrei ná þessu nema að vera að þjálfa með þér, Gústi. Já, hann er bara tekið niður með kylfunni í hotnunum á Old Boys. Sérstaklega með lengri gerðina kylfunni. En hann er að þróa þetta, hann er alveg Atli frábær. Frábær, en það ótrúlega vel ættaður. Þetta var gerna Atli fer fram að þeir óelóta bara hefna leiðin yfir, þannig að Halldór Skúla. Það var bara opnað. Og nú kemur hann að Birkir Einarsson
Birkir í baráttunni en Emil, hann kallaður Emil. Þessa eru harðir í fortekinu bara, þannig að frábært Fjölnir það bara að losa þetta í æsing. Og dómarar leiksins, Guðni Helgason, alveg með þetta á tæru. Eitthvað bilaði búnanu hjá Viggo Hlinsinni, hann fer hérna og fær að fara leyfi til að fara út af og skipta blöð eða eitthvað. Andri Sverrisson í uppkastinu á móti Emil. Og Emil. Já, Emil bara, hann hirði 99% á svona uppkastin sínum. Hann bara snillingur í. Unni hjá Pétri eða Ormur. Yfir á Pétur. Essa bara næra að vinna pökkinn það örugglega að þeir ná bara að stilla upp hérna í svæðinu. Svo ónokkoðin sending þannig að Ormur hirði þetta undir pressu, sendir hann framjá. Hér er Birkir hefur hraðan, hvað gerir hann? Hann fer bara sjálfur. Og allarleið bakhaldinn. Nei, kemur hann ekki yfir. Andri Sverrisson! Rétt framjá hann. Andri var hann flott hvernig hann kemur á fjærstöng. Það er bullandi pressa við þessari línu við það. Og þá er það Martin. Fjölnir er að leysa þetta. Martin með næstu í skot á mark. Fjölnir klárar skiptinguna, kemur aftur skot á markið. En Björn Már Jakobsson, eigandi litlu hokkibúðar, hann tekur þetta. Yfirvegaður á vanda. D2D hjá Fjölni. Og þá er Sölvi að þeir eru tveir. Og Jakob með honum, en Jakob í markinu. Og góð tækling hjá Ormi hérna. En Jakob Ernfeldt í markinu, gjörsamlega át þennan. Já, hann ætlaði að setja hann, en spáði Jakob bóði hann á klóði, hann ætlaði bara að setja hann í gegnum klóði. Bóði hann á klóði, allan daginn. Maður sá það bara í endursýningur hjá Eika, Eiríki Rauða, útsendingastjóra. Ormur tók svo bara hann fína tækling á skotmannin, það bara... Skilur við, búin að missa, hinn kom í jafnvægi, en klára tæklinguna. Já, ég menn þetta má ekki vera... Hann man þetta næst, sko. Það er málið, sko. Þetta má ekki vera snertingalust. Nei. Já, Jakob og Jói Leifs, heyrði það. Ingvar vinnur þetta, sendir hann. Þá kemur Jói Leifs á ferðinni. Sjáu þið Jó, Íshokkeymaður Íslands. Andri með honum. Og yfir á Ingvar Jónsson. Ingvar kom þarna líka. Kannski fyrir 20 árum hefði hann sett hennan. En hann er náttúrulega orðin yfir 40 ára gamall. Þetta var bara góð markværsla. Og Hafþór kemur. En rífur hann fram hjá markinu. Já, það vantar aðeins stekkinguna þarna við steingunnar hjá Fjölni. Jæja, núna 1-1 hérna. Já, Hilmar. Hann er aleinn. Það er enginn með honum. Skýtur bara. Þetta er yfir á Jakobi, sko. Hann er aldrei að leiðin í þessi bökkur. Nei. Orri droppar hann út. Hafþór hirðir hann upp. Andri kallar á hann en Emil lúmskur. Orri Blöndal stígur Emil út hana. Fallega gert. Virkilega vel gert. Ingvar Jónsson. Sendingi á Heiðar aftur á Ingvar. Þeir eru að draga Fjölni fram á ísinn til að þurfa ekki að fara að gegna á alla hérna. Atli Dennarsson kemur aftur á ferðina. Á miðsvæðinu. En góð tæklingan það Viggo Hlinsson. Stoppar þetta. Batti með hann. Gunni Ara. Þetta er flott rígrúping, sérðu hvernig það koma núna. Kemur yfir á Batta. Batti hefur ferðina. Hvað gerir Batti? Kemur ekki sendingunni yfir á Heiðar hana. Og Martin reynir að koma út en Atli stendur á línni. Og, nei, Unnar kominn inn á. Tekur dropp. Atli með. Þarna tekur þarna flóðhestastökk og nær að bjarga þessu. Þetta er samt geggja hvernig er að spila þetta. Rosalega flott. Nú er að spila þetta eins og atvinnumenn, sko. Sérðu hvernig þeir spiluðu þetta. Já. Átt á bakkar hann að koma. Þeir koma með allt liðið upp. Þá kemur Unni. Unni kemur hann ekki yfir. En Balti verður að fara í skiptinguna þarna líka. Og pakkur hann laus. Bjarmi hirðir hann upp. Stígur hann út. Unni. Sending á Unna. Og Unni yfir á Halldór Skúla. Halldór Skúla bara beint á markið í öxlina á Olli Stefles. Halldór ennþá með hann. Og Birkir reynir að setja hann inn. Matti stóð fyrir fram á markið. Martin í baráttunni við Unna og nei, það er... Hann kemur einnig fótið þremur. Kemur einn glórulegs hérna upp í loftræstikerfið.
Ef eitthvað þá SA að þyngja pressuna. Já, það svona... Forteki ekki að ganga náttúrulega núna hjá Fjölni. Þeir eru náttúrulega bara 12, skilur. Það vonast ekki að fara að draga þeim strax. Nei. En þar lágmarkið... Það skal geta þessi útsending... 15 leikmenn í svona leik eða að spila þetta á fullu. Þessi útsending stilt af mjólkurbúi Gústaf Bónda. Að gera að fara í MS og kaupa sér Róma þegar menn koma heim. Ekki spurning. Ég meina, ef þú ætlar að tækla eitthvað, sko. Það er rjómi og kjöt. Leði Björni! Nær ekki sendingunni hérna og... Fjölnir reynir í grúping, þeir pressa þarna tveir. Tómas og Viktor og Tómas. Nú vantar stuðningin á hægri kantinn hjá þeim. Herru, ég er svo ánægð með þessa línu, sko. Það er svo mikið bara tíðinni, sko. Já, Bjössi stjórnar framlínunni. Og Andri eru alveg, sko, þeir gefast aldrei upp. Þarna, Ormur. Viktor, kemur hann yfir. Tómas. Pétur hótaði tæklingunni, en tók hann ekki. Þeir eru lengi hjá Fjölni að koma í stuðningin á rammana. Þeir þurfa að spila... Þeir eru ekki farið út fyrir bláu, ennþá. Nei, þeir þurfa að spila... Það kemur Pétur og Bjössi reynir að koma að vinna Péturinn. Það fór maður í skiptingu hjá Fjölni sem náttúrulega mátti alls ekki fara með messa á þeim pökkinn í sóknarsvæði. Emil yfir á Jakob Pétur þetta. Jæja, þarna kom flott. Já. Flott færi, komið 2-2 með flotta sendingu yfir á fjærstöng. Emil uppspil hérna, sendi yfir á Sölva Egilsson og lint skoti hjá Sölva. Það var lint. En Jakob hann kemur svo langt á mótið þeim, sko. Hann hefur bara þurft að droppa aftur yfir á Emil, sko. Í runni. Já, það er oft bara... Því Ormur er liggjandi, sko. Þessi línuskott lenda oft inni því að pökkurinn er bara fallandi, þá misregnar markmaðurinn oft í hanskan, þannig að... Já. Time out. Við gerum ekki lítið úr því. Nei. Það er time out hérna. Finnski ullasokkurinn og sænski skífuþittarinn. Þeir ætla að taka eitthvað rosalegt tricks hérna núna. Upp úr hatti. Kemur eitthvað upp úr hatti núna. Sko, ef Fjölnir ætlar að fara að gera eitthvað hérna í leiknum, þá þurfa þeir að fá kantana upp á Hasmörkin. Þeir eru að geta gefið bara blindandi sendingu undir varnarverðandi press og geta sett hann bara upp ramman og þá er að maður mættur á Hasmörkin til að spila síðan upp á senterinn sem kemur á ferðinni. Þannig leysir Fjölnir þetta. Það er bara þannig. Þeir eru alltaf með 2 á fullu í 8 pekkinum í fortekinu, þannig að þeir verða að gera þetta einhvern veginn svona. Já, SA er eiginlega bara í sókn besta vörnin, sko. Þannig að þeir bara pressa og Jói leysir eftir fram hjá stönginni, maður! Halleluja! Orri Blöndal, hún langar alltaf að skjóta á markið. Hann sér bara markið. Kemur eitt þarna. Og Viktor kemur hann ekki út fyrir Ingvar Jónsson. Og hvað gerist þessu? Haffi pressar á þetta, en Martin. Hann ber hann upp. Martin, Þeir með hann yfir bláu. Já. Sko, ég held að sé ekkert að fara inn hjá Jakob í kvöld. Nei, eins og hann er að standa þetta núna, annars er Orri stoppaði náttúrulega skautaleiðinu hjá Martin, skilur, það er þetta sem það þarf að gera. Þetta er orðið eins og United er að spila, sko, þegar markmaðurinn treystir vörninni, sko, þá er hann ekkert að fara inn. Gamli Leeds-areiðin hann það. Já, það er líka United. Leeds United. Já. Varstu ekki að tala um það, nei? Jú. Í uppkastinu, Emil uppspil og Heiðar. Og þetta var hvorum megin? Heiðar með lúsaksendingu. Baltas að fer hann inn. Kemur Balti á ferðinni, góð pressa hann að Balti og kissir Heiðar hann að smástund. Sjáu Emil. Hann bara spilur sér. Takk eftir eitthvað SA-strákarnir er að vinna hratt tilbaka. Sjáu þetta. Þeir voru 3 í sókn og þeir eru konir 5 í vörð, sko. Þú veist, að þarna liggur munurinn. Já, þeir eru á fullir keislustrákarnir okkar hérna núna. Þú veist. En Fjölnir er í svo, það er missafökkinn, unna með... Sérum síðan hvernig þeir spila þetta. Gunni með langan sorseranda maður, Heiðar, yfir á Balta. Skiljum við, þetta eru 3 til 5 sendingar núna sem strákarnir okkar að spila. Já. Þetta er þvílík breyting frá leikjunum fyrir sunnaði sem náðu alla 2 sendingu, sko. Bjarmi með eitt lúmskan aftur, annan lúmskan. Og Halldór Skúla.
Það eru það byrja 100 kíló munur á Halldóri Skúla og Bjarma. Bergþór Bjarmi nær að halda honum inni. Og Tómas Birkir í pressuna. yfir á Viktor. Og Viktor nær ekki sendinguna hana og Halldór Skúla kemst inn í þetta. En Anna, Bjarmi stígur hún út. Hvað gerir Bjarmi? Hann heldur áfram. Pressar á Viktor. En nauðvörð hana. Já. Á. Það var ekki ánægður hana. Jakob í Fjölni var ekki ánægður með Jakob í markinu. Já. Þannig að uppkasti verður á miðuna. SA líka að spila nær leikmönnunum heldur en Fjölnir sýnir mér. Þannig þeir bara ná að stíga alltaf í sendingamannin. Já, þú veist bara Mannin sem er að fá sendinguna. alltaf einhvern í andlitinu, sko. Það er alveg óhlust. Þannig þeir eru svona með þetta núna. Já. Jakob hreinsar hann inn. Núna vil ég fá 2 í fortek hjá Fjölni. Já. Þetta var 50-50 pökkur og auðveldur. Ormur höfður allar leið. Við gáum okkur þennan bara. Martin múin að vera að spila einna best hjá Fjölnir. Þeir eru bara afsakaða við... Þetta var flott, þarna kom sendirinn í miðjuna. Þarna var sending frá kant. Þetta var bara fínt uppspil en þeir missa síðan inn í sóknarsvæðinu. Kemur. Sendingin ætluð Birnir Jakobs. Ánægði með Pétur. Pétur múin ótrúlega duglegur hérna. Hann er að spila kant. Skipting hjá SA. Róa þetta aðeins niður. Eitt langur yfir á Jóa. Jói kemur og yfir Andra Meika eins og Andri. Munaði litlu þarna. Hann var með eina hönd á stýri. Hann náði ekki skotinu. Nei. Andri stilur. Andri duglegur. Haffi yfir á Sölva. Sölvi hér upp. Döpar hann út. Losa pressuna. Og... Emil stafði þessari sendingar orra. Emil, eins og hann hafi verið að kaupa kílunni í fyrradag. Heillum horfinn kallinn. Og Andri, vel framhjá. Ég hefði viljað svo orra að stíga fyrir en þarna við blóðu. Orri gerir það venjulega. Captain Fantastic yfir á Jóa Leifs. Jói veit hafa haft þórið þarna en Jói er tæklaður. Ingvar er tæklaður líka. Unnar, Sölvi er bara að berjast þarna, það er kraftur í honum. Já, það er dómur, ákveð, er það Martin? Já, mér sýnist að vera Martin Simonek, aðstofafyrirliði Fjölnis, sem er að fá sennilega holdingdómana. Já, Sæmi Leifs, sá þetta, hann er alveg þrælörugur á þessu kallinn. Algjörlega. Þá er powerplay hjá SA Víkingum. Staðan er 3-0. 9:46 eftir af annari lótu. Og þeir hafa 2 mínútur núna til að gera eitthvað skemmtilegt. Hvað gera þeir? Unnar og Atli eru út á bláulínu. Þeir ná að reynsa út hérna Fjölnir. Já, Viktor nær að koma þessu út fyrir Fjölnir. Viktor Sváðsson. Við skulum sjá hvernig Fjölnir leysir þetta. Kemur Unnar, nýtir ferðina. Droppar honum aftan við Heiðar. Og grandar þessu. Þeir eru 3 rangstæðar á blálínunni. Ónákvæm sendinganna sem að klúraði þessu en ekkert mál. Þeir stilla upp aftur. Í uppkastinu Viggo Hlynsson. Það er Viggo sem að vinnur þetta fyrir Fjölnir en Balti yfir á Andra Sverris. Andri aftur yfir á Atla. Atli kemur. Atli ber hann inn. Skynsamlegt hjá Atla. Róar þetta niður. Það er róa pökkinn en Viktor, hann er eins og segull á hann þarna. Það var pínuð. Það voru 2 kilur sem gott að hýrt þessa sendingu en... Atli gerir þetta flott. Róa þetta niður en svo bara þetta var léleg sending. Atli veit það alveg. Við lögum þetta næstu ólbúsæðingu. Jói Leifs. Þeir eru mikið að fara í hann. Já, bara þeir enginn í Jóa nema bara svona skauta bara meðfram hann, sko. Sverris og Haffi rífur hann fram hjá hana.
Gunni nær að halda þessu inni. Gunni með einn lúmskan. En, Jói var bara við að Holly Staples breyta stefnu á þessum. tók þennan á belginn. Uppkastið, Jói Leifs. Á móti Emil. Jói hefur þetta ekki. Það fellur Emils megin. Og Fjölnir kemur þessu út. Það er Viktor sem kemur þessu aftur út. Gerði Fjölnir vel. Viktor er alveg eins og maskina að það. Meðan Essa var ekki komið með valda pökinn á settur. Fóru 2 á 2 þarna og inn á losa hann. Þetta var bara flott. Jói Leifs. Fjölnir er svolítið í skotgrónu núna. En það er ekki komið skot á marki í þessu powerplay. Gunni missir á honum. Emil kemur í pressuna. Andri með 2 í sér. Hafþór yfir á Orra en hittir ekki alla leið. Og Fjölnir er að spila þetta mjög vel. Já, gott boxplay hérna hjá Fjölnir. Gunni Ara skýtur, já! Gunni Ara skýtur beint í belginn á Orra. Andri Mikaels missir á honum. Sendir hann aftur, Jói Leifs, aftaði markið. Gretzkys office, hvað gerir hann? Tekur tæklingun á sig, Viktor allt í öllu þarna. Andri vinnur pökkinn, Haffi í slottinu. Jói áttaði markið. Bjarmi kemur inn. Dampar honum niður. Andri yfir, losar pressun yfir, klára skiptinguna, vel gert. Þá kemur Halldór Skúla. Halldór fer bara beint inn á marki. Nei! Er svona alltaf því tæklaður þarna. Það er sett hann og jafnvægi, þetta var bara vel gert. Hilmar komst í hann þarna og... En þá var Halldór Skúla aftur og... Skilur hann eftir, Bjarmi skýtur og þessi er alveg bara við það. Þetta var lúmskur þessi, Já, flott að skjóta þarna því að Birkir er bara klár við markið í reboundið eða speglunina. Kom einn úr sveitinni þarna. Þetta skot var made in sveitin. Við náttúrulega þjálfum þennan upp, við lánaðum hann til Essa. Hann er bara í láni frá made in sveitin, sko. Hann er bara í olbúðsliðinu made in sveitin. Björn Már Jakobsson og Jakob í uppkastinu. Jakob tekur það, Tómas. Þetta var tripping, en má sjá, hvað gerist? Á komaður, flegiferð, Viggo. Nei, hann sleppur rangstöðina, hann fór aldrei fyrir. Þetta er rétt. Og Tómas, hvað gerir Tómas? Viggo taldi sér líklega að vera komið með innfyrir á undan pekkinum sjálfur þegar hann var með pekkin. Hvað gerir Fjölnir þarna? Nei. Andri Sverris og Hektor. Þessi stýrir þarna, þetta var bara fínt. Skaut í dómaran. Dúi dómari þarna var in line of fire. Björn, leiði Björn yfir á Pétur. Pétur reynir að backdrop honum, Andra Mikaels. Og það er Jói Leifs. Gott skot frá Jóa. Andri. Jói komin á bakinn markið. Hvað gerir Jói Leifs? Yfir Orra. Orri skýtur alltaf hann getur. Nei, Ingvar. Hvað gerir Ingvar? Ætlar að lauma honum yfir fjarstöng. Það var enginn. Hafþór. Hirðir hann upp. Nei, Jakob. Þó við séum með pökkinn hérna í sóknarsvæðinu og höfum valdaðan og þá er nú Fjölnir að spila þessa vörn alveg bara ágætlega, sko. Já, og þá er það Mikael í baráttunni. Ingvar ger sigraðan þarna. Saltgetabauðinni, Dúkall og bingo. Hvað gerir Ingvar? Með lúmskan. Hafþór í pressunni. Fjölnir losar rétt út. Já, það vantar aðeins upp á svona, hvað segir maður? Þriðjusendinguna, hefði þessa núna. En Fjölnir er kannski að pressa aðeins betur. Já, erfitt er það ekki alveg fullt vald á pekkinum. Og svo, Gunni Ara. Hvað gerir Gunni? Nei. Viktor. Stendur hann slátraði þessu. Eins og Ísaki. Það kemur Emilinn. Allir í honum. Gott múf hjá Emil og Emil laumast inn og hann ætlar bara í gegnum hauginn. En Sölvi. Nei. Missar hann út fyrir. Hann átti að vera bara að taka vondta með sendingu inn í horni, losa þetta. Tómas
nær þarna sendingunni yfir á Hilmar, en Unnar kemst inn hérna. Viktor. Og Heiðar í pressunni. Og Emil. Og Hilmar. Þarna kemur þetta. Nei. Þannig að sjáum við, þeir gefa okkur bara bökkinn þarna, sér við. Þeir pressa ekkert á þetta 50-50 dæmi. Unnar. Þeir eru náttúrulega bara 12. Yfir á Birkir. Náður hann ekki alveg á, hann tekur bara skotið Atli Dennarsson. Unni í baráttunum bak við markið. Hvað gerir Unni? Allan daginn að senda hann hérna út og fá D2D yfir á Dóra til að fá reyfingu á þetta. Já. Bjarmi stendur við línuna og Halldór Skúla, nei. Kemur sendingin. Svona viljum við fá þetta. Lúmskur hana og rétt fram hjá munu enga Martin að tippa honum. Þarna hefðu viljum fá Kilvi fyrir skotið. Og svo kemur hana Unni. Þetta er skotríð bara. Birkir í pressunni. Já. Og Viktor. Ungu Birkir strákarnir stendur á að sér. skila þessu bara vel. Já. Birkir er ennþá með hann. Smá haugur hana. Jájá. Þetta sem vantaði leikinn. Smá svona aðeins að hleypa þessu í eitthvað. Gústi? Já, þetta þarf að vera svoleiðis. Það er enginn að fara að spila tæklingarlust hérna allan veturinn, sko. Nei, þetta var bara, sko, ég er ánægð með ungu línuna. Þeir eru bara mættir hana. Frábær pressa. Já. Jæja. Áfram með smjörið. Þeir eru líka verðin að snerta mennina meira en oft gert, sko. Já. 3:22 lifa af annar lotu, 3-0 ennþá í innbænum. Hörkuleikur í gangi samt. Fjölnir er ekki tilbúin að gefa þetta hérna. En pressan er svolítið. Nei, þeir hafa verið að vilja að ná 2 skyndisóknum hérna, en bara ekki hefnast alveg. Nei. Uppkastið, Leðibjörnin og það er sænska Stáli sem tekur það. Andri Sverris. Andri snýr þessu aftur inn í Emil og Emil leggur á stað og fer með hann út fyrir bláa línuna. Það klikkar ekki. Emil og sendingin yfir á Emil og hörku sendingarna. Viggo fer inn í hauginn hana og okkar menn Bjössi í hokkibúðinni og Ingvar Jónsson. Nei, hver er þetta? Arnar. Já, Arnar, já. Nú spáum við einu marki á Fjölnir. Martin Sýmanek setur henni skeitin. Nei. Ingvar. Þarna sjáum við hvað hann er klára, Andri klára á hasmörkunum með flotta sendingu upp á sendina. Það er svona sem við viljum hafa þetta hjá báðum liðum. Hafþór. Reynda að senda hann með blinda auganu og hvað gerir Jakob? Hann er kominn aftur. Geggjum markast á Jakob í markinu. Hann var það með stélinu, sástu það? Jakob Drú Barron þarna fyrir Fjölnir í sínu öðru hraðupphlaupi, breakaway. En Hafþór Sigurjónsson slapp með skrekkinn þarna. Gunni Ara tekur hann yfir. Atli skýtur, nei, ætlaði að setja hann á Unnar og Fjölsnögg. Balti. Þetta var góð hugsun. Balti, hvað gerir Balti? Hann er rólegur á honum bara, hann er rólegur á honum. Yfir á Gunna, Gunni lætur hann vaða og frákvæmsti, pökkunum laus. Það er ennþá Darra að dansa það, En Jakob gefur hann út. Dömbar hann út, Atli pikkar hann upp. Fjölnir verið í skiptingu. Unnar, sniður, beigð á bláu. Og Fjölnir, þeir eru bara þéttir, það má eiga það, þeir mega eiga það. Góð pressa þarna, hann er bara einn í henni, það er, vantar fleiri. Já, vantar mann nummer 2, sko. Unnar. Fyrsti stýrur sem tekur hindi. Aftur, rétt framhjá maður. Og það var Emil, hinum megin. Bjarmi. Einn á tró. Já, Bjarmi étur hann bara, ekki til þessir. Hann beið á Sett hann í vasan eins og umslag bara. Og Halldór Skúla. Góð pressa, Halldór Skúla, hvað ætlar Halldór að gera? Nær skotinu og
Páli Stefles. Það er fullt í gangi. 3-0 en þá. Unnar Rúnarsson með 1, Jói Leifs með 1 og... Sørensen með 1. Ha? Sørensen var með 1 líka. Já, hann var með 1 líka. Já, það er fullt í gangi hérna. SA er bara ennþá að spila á 100% krafti. Það er gaman að sjá hvernig þeir eru að vinna þetta. Það eru allir að skauta. Ég er ánægður, sko, þeir eru að skauta án pakkar líka núna. Viktor, tæft maður! Gegnum hanskan og... Þeir vinna færi. Sástu hvað Emil var lúmskur þarna Já, maður. þetta var ekki smá flott. Góð hugsun. Halldór Skúla. Fekk alvöru slass þarna. Alvöru slass frá Viktor Hlinsinni. En... Dóri elskar það að fá alvöru slass. Hann er búinn að vera að æfa Óldós allan vetur líka. Halldór Skúla. Allt annað að sjá kallinn. Uni Sigurðarsson. Leggið saman 2-2. Uni Sigurðarsson, númer 13, leggið saman 2-2. Hver er þessi pappans? Það var girðingasturinn. Var það? Bergþór Bjarmi, já, hann... Er einhver að leiðin í bóksi eða? 9 sekúndur Hann steig inn í Emil hérna. Ég sá nú ekki að það væri beint holding en... Nei. Hann tók plásið. En... hann var bara alinn svona upp. Það fer enginn í gegn. Nei. Sonur móður sinnar. Ekki spurning. Nóg um það. Þá spila Víkingarnir 4 og Fjölnismenn eru þá 5. Þeir hafa 9 sekúndur í þessari lótu. Já. 5 sekúndur. 3. Kemur skotið. Jakob hyrðan upp fyrir Fjölnir. En lótan er búinn. Okkar menn byrja þá í powerplayi. Lótan frekar... Okkar menn byrja þá í penaltykili. Nei, penaltykili fyrir þig. Og hérna Fjölnismenni í powerplayi. Og lífleg lóta. Fullt af tæklingum, ánægð með þetta. Og ég meina, er ekki bara lífi ljúft? 3-0, Rúnar F í græjunum. Jó, menn eru bara enn að spila leikinn, skilur. Þetta er bara geggjað. Þetta er bara hörkuleikur ennþá. Og Fjölnir á alveg sín færi. Þetta er bara frábært. Já. Þannig að við ætlum að fá okkur tvöfaldan espresso með róttu til úti. Komum svo á vörmespórið þegar að... Með sjáaldurinn galopinn. Let's go.
Jæja, Jæja. góður áhorfendur. Við erum komin aftur. Og það að fara í gang þriðja lotan. Já, þetta nú þannig að ef Fjölnir væri með 20 spilara, Já. þá stæðu bara vel í þessu. Þeir að gera alla hluti rétt. Það bara að fara að draga af þeim, skilur við. Já, sammála. Algjörlega. Það eru 3 mörk sem liggja í valnum. Skilja liðin af. En Já, þriðja mark SA skoraði Atli Þaki. Atli Þaki. Dennarsson. Atli Sveinsson. Vel ættaður, gríðarlega vel ættaður drengur. Pappans Denni okkar allra, númer 43, húking. Og mammans finnski kúluvarparinn Mimmi skjóti í skeitinen. Og hérna. Enda Atli alltaf að skjóta í skeitin, sko. Það bara svoleiðis. Þannig að við sjáum Já, ég myndi hvað liðin gera hann núna. yfir 100 í kynbótomati. Það mjög gott. Hann alveg með 9 fyrir læri og allan pakkan. Við erum búin að fá okkur kaffi og mjólk úr Auðhumlu. Gústi með eina belju hérna út á svæði sem við bara settum mjólk í kaffið. Tók hana með, alltaf eina með sér. En við erum alveg þrælspenntir fyrir þriðjulotunni. Emil Allegard búinn að lesa yfir sínum mönnum og nú það Fjölnir sem að þarf að svara. Það eru gaman að sjá hvað þeir gera. Þeir skora nú einhver mörkin, sko. Fjandinn hafið það, Gústi. Já, sko, þeir eru búin að vera fá færi og hálffæri. Þannig að möguleikarnir alveg fyrir hendi, skilur, og svo bara spurning sálfræðilega að segja hvernig SA tekur á þessu, hvort þeir séu bara ef þeir telja sig örugga með sigurinn og fara eitthvað að hægja á sér og hætta að spila pekkinu, skilur, þá bara held ég að þá gengur náttúrulega Fjölnir á lagi, sko. Já, ég sakna Úlla okkar allra. Hann var í fínt frammi með Emil núna. Djöflast. Já, nákvæmlega, það bara vantar, já. Það vantar Úlla. Róbert Pálsson, hann með þeim? Nei, hann ekki að það heldur. Ég er allan ekki búinn að sjá hann, þannig að hefur hann þá verið lélegur. Nei. Blessaður Róbert minn. Þú ert ekki lélegur, þú bara ert ekki hérna. Bara höfuð og herðar yfir alla á Magga Finnsundaginn. Algjörlega. Alveg maður. Það var þetta að fara í gang. Emil Allegard og Heiðar. Og þetta liggur Víkingamegin. Ingvar er pressaður. Bingo. Ingvar. Fyrir mamma markið. Kemur hann á, dettur niður fyrir Emil. Og það er powerplay. Það er powerplay í gangi. Þeir Emil. ná að stilla hérna upp. Nú reyna þær að teygja hann. Tímasendingin. Og Hilmar yfir á Emil. Emil. Og sendir hann upp á Hilmar og Hilmar kemur á skeytin! Það var bara... Já, hérna, já, það er svar! Það var bara glæsilegt. Hilmar Sverrisson eftir sendingu frá Emil Allegard. Í beint í fokkin skeytin! Þarna létu við bökkinn ganga. Já, hérna, hér. Tókst eftir því að það var ekki mikið hreyfing á Fjölnismönnum og kannski bara svæfiður okkur pínu, skilurðu. Já, vel spilað. Emil beið og beið, senda svo. Og Hilmar var snöggur að setja hann og það kom traffík fyrir frá markið. Og Jakob okkar Ernfeldt. Hann var dekkaður. Danski skíðastökkvarinn átti ekki séns í þetta. 3-1. Herðu, það er líf í þessu, Gústi. Það kom svar. Það er bullandi líf. Bullandi svar. Enda vissu við það. Þetta er svona eins og vorum að spá. Jakob Barron og Jói Leifs í uppkastinu. Guðni dómari hérna með einhverja handabendingar. Hann veit. Já, áfram með smjörið. Og Balti með sendingu yfir á Orra Blöndal sem hótar skotinu en setur hann svo laumulega niður í horn á Unnar sem hirðir hann upp. Unnar heldur honum. Og skýtur hann í Jakob. Og Jói Leifs, nei, snýr hann af sér. Og Tómas, það er dómur á Tómas. Biðdómur.
Ói, kemur þarna. Mér fannst þetta nú frekar ódýrbýr dómur, hann svona ýtti fannst mér nú bara eftir hann, hann let þetta ekkert vaða í hann sko. Ef þú ert að þvæla fyrir fram á markið þá býstu við Já, ykkur. ég er að menna hann ýtt honum. Já. Þannig að Hann gat heil ekki að fara í penni í þetta sko. Fjölnismenn er að fara í bóksið og það er þannig. Þá kemur powerplay hinni megin. Fjölnin hefur bara verið að leysa þetta pikkið bara ágætlega, þannig að ég heldur haldið því bara áfram. Og inn í ykkurvestið, það er Viggo og Heiðar. Skulum sjá hvað Essa gerir hérna. Anna, Fjölnir, hreinsar þetta út. Markaskorarinn Hilmar Sverrisson. Tekur einn langan. Ára Unnar. Unnar ber pökkinu upp. Fer bara alla leið. Stillir upp, bróar þetta niður. Droppar hann á Atla. Það er hvað góð hreyfing á strákunum í powerplayinu. Já. Þarna náðu þeir að loka þetta á, sérðu. Andri Sverris. Andri með dropp. Balti. Balti heldur honum með þá. Þeir eru að koma út á bláu núna. Já, Heiðar. Yfir á Unnar. Unnar. Skoti Gylfu þarna. Andri Sverris. Út á Unnar. Unnar yfir og það kemur hann! Það er vondhæfir þarna. Fallegu vondhæfir. Það er flottu vondhæfir. Frá Atla. Atli. Andri Sverris. Heiða með hann inn í horni. Hvað gerir Andri? Hann labbar með hann. Yfir. Jói Leifs. Komin í skiptinguna. Og Atli. Ætlar að koma honum yfir á Andra Sverris en nærði ekki. Upp á bláu kemur Gunni Ara. Og Atli fer í skiptinguna en Gunni missir hann út fyrir. Þannig að Hilmar nær pressun á hann. Kemur Andri Mikkals. 29 sekundur sem að lifa af powerplayinu. Og þá er það Fjölnir. Kemur Emil. Sendur hann yfir. Þeir eru svolítið einir hana. 15 sekundur eftir powerplayinu. Þetta er ná að halda pökknu, Emil er með hann hérna. Fjölnir er bara búinn að leysa þetta mjög vel. Þeir eru allir undir ringlaðir, Emil er með hann hana. Búinn að taka 3 hringi. Og róa þetta niður bara, Viggo. Essa framlínan fer í skiptingur og konum með svimakast eftir að elta Emil hana. Hilmar sig. Kemst í gegn en Gunni Ara. Nei, þetta var nú Bergþór Bjarmi girðingastur. Nær að halda honum hana. Ára Unni. Pressan hann í hornið. Viktor í pressunni. Klárar ekki tæklinguna. Unni heldur honum áfram. Unni. Hvað gerir Unni? Kemur hann yfir en Gunni Ara. Út. Yfir út. Gunni með vondastendingu þarna. Og Fjölnismenn. Þarna koma þeir. Á ferðina. Kemur skotið en það er framhjá. Unni eltir þetta. Martin losar upp fram hann hérna. Jakob. Og Jóhann. Þetta er bara flott. Þeir fara hérna flott upp fram hann. Jóhann Kristinsson tæklaðar hana. Bjarmi kveður hann hana. Já. Kemur fyrir þeinsvinn. Martin heldur hann minni. Já. Og þá koma þeir. Það er komið bingo. Arnar leggur í hann. Pökkurinn út af. Út af svellinu. Við erum konum með feskulínun okkar inn á. Nóa kjötið hana. Þá er uppkastið. Emil í uppkastinu. Og hann vinnur 15 mínútur og 23 sekundur lifa á lotunni. En við náum að hirða það samt. Og það er 3-1 fyrir Víkingum. Ormur. Andri Mikkals. Kemur skotið bara en þetta var lítið mál. Holly Stables. Búinn
Hann að loka þessu. Já, hérna, já. Við þurfum eitt í viðbót frá Fjölni til að hressa upp á þetta. Leikurinn róast alltaf Ingvar Jónsson með lúmskan. Þetta var flott tveir hérna í slottinu til að reyna að taka við þessu. Það kemur Emil. Vel gert hjá Andra Mikaels. Captain Fantastic hérna. Étur Emil. Og Ingvar Jónsson. Andri Mikaelsson. Fyrirliðinn. Ingvar. Ormur. Aftur yfir Ingvar. Ingvar rólegur á honum. En Sali rólegur á honum. Hann er svakalega rólegur á honum. Hann tekur 1 ríki viðbót. Hvað gerir kallinn? Yfir Óra Blöndal. Það er mesta öryggi í því. Balti. Gott axlamóf hann á Balta. Jói Leifs kemur á fjastungina og rennur í gennum allan pakkan. Þarna þeir voru með læsing á killuna sjóa. Hann var með henni alveg í gjörgæslu þarna. Gert hjá Alla. Orri Blöndal. Vel gert hjá Fjölni. Orri Blöndal skaut hana í Martin Simanek og pökkunum fór út af. Já, nú ætlar Atli Sveinsson að taka á því. Það var verið að reyma niður í skiptingu. Jæja, sjáum hvernig þetta fer. Jakob, Jói Leifs, uppkastið. Og uppkastið er Jóa megin. Hann getur þetta yfir á Atla og nýbúinn að reyma kallinn og með hörku skot þetta. Alvöru hamar frá bláulínni. Jæja. Ætla Víkingar að setja annað eða ætla Björnin að svara þessu, eða Fjölnir að svara þessu betur? Anna, Atli. Essa vinnur pökkinn í sóknarsvæðinu. Fjölnir kemur honum út, Hilmar og Viktor, en það er ekki meira svo. Unnar kemur á ferðinni. Balti á fjastunguna. Unnar er það með hann. Já, þurft að horfa aðeins betur þarna. Viktor. Kemur honum ekki. Já, Fjölnismenn eru nú bara vel þéttir hérna. Það er búin að þétta vörðina svolítið. Já, við erum samt... Birgir Einarsson. Við erum samt vel hreyfanlegir hérna í sóknarsvæðinu, þannig að Fjölnir er að gera þetta mjög vel. Já. En, þá er það Jakob. Leggur Fjölnir í hann. Hvað gera þær? Jóhann, droppar hann langt inn. Jakob í markinu hjá Víkingunum. Flott sendingin á Hasmörgin. Uni. Sendingin yfir og aftan við Birgir. Emil, stór hættuleg. Kemur skotið. Flott skot. Þetta var lúmst skot. Mjög lúmst skot. Sölvi Eilsson. Náði flottu skoti. Góð pressa. Martin. Fer hátt yfir en fast var það. Já, það er líf í þessu. Sko, þarna kemur Emil á flegiferðin upp kantinn. Ég vil bara fá einn í slottið og einn á fjastunginu á Björninum, bara eins og anskoti sig í raskatunum. Sko. Já, hann mun alltaf skila bekkinum í kilvu. Það þýðir ekkert að bremsengstaður upp í slottinu og býða það, sko. Bara á fucking markið. En við vitum nú ekkert um hockey, en það skiptir ekki máli. Áfram með smjörið. Og Björn Már Jakobsson vinnur þetta. Það gerir að Fjölnismenn núna. Kemur dropp yfir Martin. Skítur Andri Sverris kemst inn þetta. Martin aftur með hann inn. Pétur grípur hann. Setur hann ekki neitt, heldur hann bara. Jú, rólega yfir. Kemur sendingin hún á Andra Sverris en Andri var hann svo jafnvægi hérna. Emil komst inn í þetta. Emil kemur upp miðjuna. Sendingun aftur. Fældi sjálfan sig hérna og skaut hann aftur fyrir sig. Óheppinn. Bjössi. Halldór Skúla lætur tækla sig á bláu. Sjálfgert. Viggo Linsson tekur droppana. Andri Sverris kemst inn í það og hvað? Andri Sverris hennar með pökkinn. Arnar pressar á það og góð tækling hana. Já. Lendir hann í klófinu. Viggo Linssoni. Munaði litlu. Já, ég held að það er snerting samt. Já. Nó, ekki snerting. Og hvað? Er að koma dómur á bekkinn? Nei, bara með ekki skipta líklega. Já, ok. Það var bara að loka skiptingunni. Já, ok.
Ég held kannski að sko, það margir aðstofaþjálfarar hérna hjá SA að kannski væri ekki hægt að fá 6 á ís. Sennilega það ekki hægt. Þannig að Andri Mikaels hefur þetta. Sending yfir á Pétur. Pétur, hvað gerir Pétur? Ég vil að sjá hann senda bara blindandi framman hérna á Dóra. Dóri var hérna klár. Eða blindandi, hann vissi á honum. Martin gerir þetta skynsamlega en misjafn sending. Andri Mikaels kemst inn og pökkurinn út fyrir. Ellefu mínútur, 42 sekúndur eftir, 3-1 fyrir Víkingana í innbænum og lítið búið að vera að ske í þessari lotu þannig að Fjölnir opnaði lotuna með powerplay og sett hann beint í skeytin. Lítið hann að þetta. SA-menn þeir eru bara svona, myndi ég segja, 80% hraða megnið af strákunum. Þeir eru búin að hægja aðeins á sér. Þeir eru að spila við Skautafélag Reykjavíkur á morgun, ekki gleyma því. Spurning hvort að þeir séu bara Þannig að hugurinn fer aðeins. Maður spara sig samt ekki í hockey, sko. Nei, en hugurinn fer aðeins í það er bara ósjálfrátt. Andri Mikaels með lúmska sendingu þarna og Ingvar Jónsson kemst inn í þetta en næri ekki að skjóta á fjastinguna þarna. Munna litlu, Geggja færi, og það er slagsmál. Já, Ingvar Jónsson er kominn þarna. Og Hafþór Sigurðarson, já. Já, það er hitt í þessu. Og pökkurinn var laus allan tíman, þannig að það var alveg glórulaust að vera að dæma á þetta. Eða flauta á þetta. Já, Holly Staples kastaði sinni á pökkinn, náði ekki að grípa hann og hann var ennþá laus. Hafþór Sigurðarson ætti inn í það svæðið og ætlaði að setja hann, en þá eiginlega þá lentu þau saman, Hafþór og Holly. Ingvar Jónsson, ég sagði Ingvar Jónsson var í miðjunni, sko. Hann er náttúrulega ekki að fara að boxa neitt hann inn í miðjunni, sko. Skilur þú? Nei, hann kannski ekki að skrifa áminningu. Nei, að vera 50 ára gamall kallinn. Já, bara rólegasti maður sem ég kynst á ævi minni. Jæja. Yfirvegaðasti, skulum við segja. Já, sko, by far, alveg, sko. Ljóshórum, sko. Það er uppkast inn í varnarsvæði Fjölnis. 11 mínútur, 19 sekúndur eftir. Það er pláss fyrir fullt af mörkum. Áfram í smjörið. Fjölnir er bara í leiknum, þetta bara verður að segjast eins og þeir. Það er bara Þeir eru bara inn í leiknum. geðveikt að fá smá að hitta þetta, sko. Bara geggjað. Og hvað verður þessu? Hafþór, kemur hann út. Ingvar, hóta skotinu, hætti við. Dömpar honum inn í hornið. Ingvar inn á Heiðar þar í baráttu. Heiðar og Andri Mikaels. Kemur honum lúmskur yfir á Ormur skýtur en Fjölnir nær að blokka þetta. Sölvi Egilsson kemst inn í þetta. Ingvar yfir á Hafþór. Hafþór með gabbreiningu þarna. Droppar honum lengra en á kemur Fjölnir. Það er Emil uppspil sem kemur sjálfur þarna. Það eru fáir betri heldur en Emil í hornunum, sko. Þannig að það er akkurat staðan sem þú vilt ekki hafa Emil á. Þú vilt á mót honum, enda sjáum við það. Hann kemur bara út með pökkinn eftir. Þetta er bara einfalt. Darraðadansinn. Þú ert ekki að fara að vinna þetta á móti honum. Það var það Tómas. Tómas yfir á Viktor. Viktor nær í skotinu. Hann missir hann á kilfunni og óheppinn. Viktor droppar hann yfir, róður það niður, D2D hérna, næstu því, en þó ekki. Sjáu, nú er Fjölnir að skauta, nú er hreyfing á þeim, sko. Og Viggo hirðir þetta upp. Hvað gerir Viggo? Sér á meðan við erum búin að hægja á pressunni, sérðu þið. Já. Svo því miður hausinn á okkar mönnum komin í SR-leikinn á morgun sem er klukkan 16:45 í meistarahöllinni hérna í innbænum. 16:45. Hvetjum alla til að koma. Það er rosalega gott að koma í þingun á morgun eftir djammið í dag og horfa á eitt hockey líka á morgun. Allir vinna þetta. Sérðu það er bara þvílík keisla núna á Fjölni. Þeir eru bara að vinna þetta þvílíkt vel. Hæs! Munaði litla þarna Balti með stórhættulega sendingu fyrir. Vinna bara óvaldar í slottinu þarna. Já. Orri Blöndal nær á haldur minni en hann fyrir út fyrir Balti. Kemur aftur inn. Hvað gerir Balti? Balti með hana þá. Yfir. Gunni, hóta skotinu. Fer sjálfur. Kemur hana. Gunni kominn. Skilsson, Högreski. Fer út. Yfir á Orra. Orri yfir.
Og Balti með Balti fínasta skot fær þarna tæklingu á á sig. fjærstöng. Gunnar að halda honum. Unnar fær tæklinguna. Gótt. Martin þarna. Simanek hana. Setti einn í bringun á Unnari. En verða að hafa hausinn uppi. Já, þetta er bara að sérðu. Þeir eru bara að gera þetta rosalega flott núna, Fjölnir. Og Martin að missa sending og þá er það. Þetta er eitrað. Matti okkar, Olliar. Unni. Við eigum hann satt ekki saman í Olli sko. Bara svo að það sé verið inn. En Olli er okkar. Olli okkar sko. Og Arnar yfir á Matti sem að kemur og skýtur. Fór þarna næstuð í hálsinn á Olli í markinu. Sendingin yfir. Arnar. Sendingin yfir og Birkir skýtur fram hjá markinu. Þetta var rosalega flott spil. Jesús Kristur. Hann mætir hérna flott á fjærstöng. Já. Smölaði litlu. Birkir Einarsson sett hann hana. Það er æsing. Já. Já, hérna. Það er smá líf í þessu. 8 mínútur lifa rétt rúmar. Þriðja lota. Og Fjölnismenn eru eitthvað að kvarta yfir því að hafa ekki verið stoppað á leikurinn þegar hann fór í hálsinn á Holly Staples í markinu. Hann er eitthvað að jafna sig hana. En Fjölnir er ekki með varamarkmann, þannig að við skulum vona sig í lagi með hann. Hann jafnir sig. Já, smá bið í þessu, en eins og ég segi, það eru 2 leikir á morgun, stelpurnar okkar í SA spila klukkan 10 í fyrramálið við Fjölnir og strákarnir okkar klukkan 16:45, þannig að það er að gera bara Við SR. Já, við SR, þannig að takk bara daginn frá. Það er fínt að hendi í kótilettur eða eitthvað heima núna og koma með þær kalda bara með sér og vera hérna langað á deginum. Fínt að gefa Samma líka kótilettur sko. Þannig að allur annar þegar hann fær letturna sína sko. Lettaninn? Lettininn sko. Pappans fann upp kótilettunar, veistu það? Já. Það er þannig. Mammas fann upp bara spinn. Þetta er bara svo leiðis. Já. Markmaðurinn Holly Staples er eitthvað að jafna sig eftir, ég held að sé örugglega hálfskot. Þannig að hérna það er smá töf á þessu. En fjörugur leikur núna maður. Þú veist það fjör í þessu? Gaman að sjá Fjölnir stíga svona upp bara Misturðu málið það? með rétt. Bara rétt 2 línur rúmar. Já, geggjaðir. Já. Þetta er ennþá leikur. Já. Mjög flott. Það er einhver vandræðagangur á markmanni Fjölnismanna. Einhver tíma var nú held ég Leðji Björnin okkar nr. 24 settur í gallan sko, í Reykjavík. Þið minnir það? Já, í markanstæðingarna? Já, nei, ekki markanstæðingarna. Nei, hann er nóg góður í það sko. Björnin, þá hétt þetta Björnin sko, þannig að hann hefði alveg getað að spila með þeim. Leðji Björnin, 24, frænda Stenna, sonur Skriðuklana. Hérna, ég held að hann hafi færið í markmannsgallan lengt síðan sko, þegar við vorum í einhverjum eitthvað, Mike Cope besta eða eitthvað var eitthvað, fekk skot í hausinn. Og tók þá þessa ákvörðun, segir við. Og tók þá þessa ákvörðun, sko. Já. Hann er að jafna sig. Sjáum hvað gerist. Það er gjörsamlega smekkuð höllin hérna. Líklega fullt áhorfendum í skautahöllunum á Akureyri.
Akureyringar duglegir að mæta á leikina af strákunum okkar og stelpunum okkar. Það væri gott ef Móna í Svellabæ hefði mætt bara á Silla töfrasprotanum á hann í markinu, þá var hann bara allskáður og full frískur. Já. Þannig að... Og svo fer bara dett í úrslitinn og heimsmeistaramót og alls konar, þannig að það bara, þú veist, annarkvæmt að vera límdu við skjáin eða bara drífa svo leikina. Það er ekkert skemmtilega heldur en að fara á hockeyleik, sko. Það er bara, þetta er bara mannbætandi, sko. Þetta er bara svo 3 sálfræðitímar. Algjörlega. Það er að gera. Maður bara þrýst á þessu, þetta er bara svoleiðis. Jæja, áfram með smjörið. Það var það Björnin. Sonur Skriðuglana og Jakob fyrir Fjölnir. Hvað gera þeir? Skilmast aðeins þarna, þetta Björnin tekur þetta. Spila segja það er. Leði Björnin. Arnar. Með léttan yfir á Pétur og Pétur sendir í raskata á bytti. Og, kemur það gríðarleg tækling og... Halldór Skúlason. Já, Björn Jakobsson, fyrsti maður á Íslandi sem nær Halldóri Skúla niður. Þetta er bara þannig að þarna var Halldór að reyna bjarnadróp. En Björnin stóð upp, hann er ekki tekinn svona niður í kvelli. Ég veit ekki neitt sem við náðu Dóra Skúla niður, en okkar maður í litlu hockeybúðinni fór létt með þetta. Æja, Guðni er klári í uppkastið fyrir utan. Emil Heiðar. Martin með hann. Hvað gerir Martin? Sendir yfir á hinkantinn. Losar hann yfir en í lappirnar á Viktor. Viktor með mismunnarsendingu. Ingvar, okkar allra. Með léttan yfir á Ormur aftur og Ingvar. Þetta er flott hvernig þeir spila þetta núna. Þeir eru að opna leikinn svona. Ingvar með lúmskan yfir á Heiðar. Heiðar með allar að droppa honum yfir andra en þetta var hálfdropp eða no-drop. Hann átti að klára skauti bara þarna inn í horni sko og opna meira fyrir andra. Já. Nú þurfum við mark öðru hvoru megin. Annarkvart eru Víkindar að fara að jarðsetja þetta eða Fjölnir kemur sér betur inn í leikinn. Ég held að Fjölnir ætti bara að klára sér núna. Þeir eru hvað sem er að fara í rútu heima á eftir. Skiptir engu máli. Ekki spurning. Okkar menn í Víkingum eiga að leika á morgun, þannig að þeir eru ekkert að fara að gera of mikið. Þarna var Unnar Rúnarsson að fara örugglega 4. skotið í öklan í þessum leik. Ég vona að hann spila á morgun. Fjölnir nær að koma pekkinum út. Við vinnum hann í verðnarsvæðinu. Atli Dennarsson. Sendi ekki yfir á Balta. Aftur á Atla sem skilur hún yfir á vinstri kantinn. Fallegt spil, fallegt spil. Já, þetta er bara glæsilegt sko. Þetta var snerting. Engin æsing. Unnar klára á tæklinguna, sjáu hvað þetta er mikilvægt. Orri Blöndal, Jói Leifs. Hvað gera þær? Og það er Viktor. Viktor er ótrúlega segur hann það. Tómas. Sjá hvernig spilaði þessu. Þetta var lúmst maður, þetta var samt hættulegt. Já, slappi tæklingu þarna. Orri Blöndal gefur hann djúpt, klára skiptinguna. Og Viktor hirðir hann upp. Hann er pressaður á matta. Gunni Ara heldur hann inni. Gunni stígur inn. Og Matti, Unni. Gunni Ara. Unni lendir í tæklingu þarna. Gunni Ara er að sóla á þarna en Viktor kemst inn í þetta og Tómas tæpur þarna, góð pressar á matta og Unni heldur á hann pressunni, Gunni heldur honum inni. Gunni kannar... Hann er ekkert að fara út þessi pökkur. Hann mátti kanturinn koma á Harsmörkin nær... Unni með skotið og kemst inn í þetta, Gunni. Unni heldur honum inni. Já, Birgir með góða tæklingu þarna. Aðra. Flottur. Ríkgrúping hjá Fjölni. Nei, þeir losa hann bara háa hann út. Já, Unni grípur þetta. Nei, Gunni hendur hann inn fyrir en komst ekki ránsliðinni. Viktor. Nei, Viggo. Þú stillaður upp. Einn hættuleg hana. Vel staði hjá Arnari. Arnar áfram í baráttunni. Emil kemur betur út úr þessu. Við erum
Þurfum að fara að kveikja á Emil, sjáðu Emil lúmskur hana og þetta var sending á hann. Og kemur Björnin. Björnin stal þessu. Nýbúinn að takla Halldór Skúla. Hvað gerir Bjössi? Nei. Halldór setur hann inn á marki. Holly Staples með þetta. Algjörlega með þetta. 5 mínútur eftir. Back-to-back leikir hérna. Annar leikur á morgun við SR og annar leikur í fyrramáli stelpunnar okkar á móti Fjölnir. Ekki gleyma því. Nú Pétur og Arnar í vörninni. Mikael, hvað gerir Mikael? Hann kemur honum ekki út. Viktor. Yfir á Martin. Martin með, já. Nú skilaði sér þessi sending. En Emil farin að þreytast. Björnin fer í skiptingu. Halldór Skúla. Halleluja. Þú vilt ekki mæta honum á þessari ferð. Þarna kemur Björnin gefur honum út. Munar litlu þarna sendingin heppnast yfir á Sölva Eilsson. En kemur pressan og Martin hirðir hann upp og kemur bara skot á markið. Stórhættulegt. Essa snýr vörnin svo. Jakob Ormur skammaði ber sín hann upp menn kantinn. Hann er lokaður. Ormur. En hann bara fer alla leið. Þarna var maður númer 2 í Fjölni sem hafa komið í stýringi. Maður númer 2 átti náttúrulega tæklan þarna. Hann var bara illa staðsettur í það. Viktor er bara kóngurinn þarna sko. Í Fjölnismaðurinn Viktor, hann er bara... Já. Það er ekki séns að nýjan niður í horninu. Hann er bara ekki búinn að... Ormur. Og Holly grípur þetta ekkert vesen. Enginn fyrir framann. Nei. Vantar mann fyrir framan markið núna. Já. 3:44 eftir. Spurning hvort hann hefði getað dokað augnablik. Spurning bara... Já sko, þú getur dokað hans lengi og vilt. Það bara er enginn fyrir framan markið. Nei, bara, já, ég er að meina að bíða eftir Þú getur bara að beðið skautinu. fram að jólu með það sko. Það bara er enginn fyrir framan markið. Nei. Þú veist. Eini maður sem er búinn að fara fyrir framan markið í kvöld er Orri Blöndal sko okkar. Hann er líka varnarmaður og Þórir verður fyrir framan markið. Já. Áfram með smjörið. Jói Leifs, Emil. Hvað verður þessu? Ég held að Emil tekki þetta. Nei. Jói bustaði þetta. Orri Blöndal. Jói Leifs. Sjáu Jó. Hvað gerir hann? Hann fór nú út fyrir með þökkinn. Já. Tók hann að 2 falleg mjaðma múf. En sólaði sjálfan sig út fyrir. Og það er sama uppkastið. Gleðibankinn í græjunum. Þetta er tóm gleði. Þessar Víkingarnir eru langefstir í deildinni. Og stefna hraðber í úrslitin. D2D hjá Fjölni. Og hvað gerir Batti í pressunni? Emil, kemur hann með yfir. Og kemur Orri Blöndal með eina fallega. Þeir fjallu bara hann í kjölsögnu þegar hann mætti á Og þau. Unnar með skotið en Orri yfir á Atla aðeins með svona. Atla langaði að taka vontamerinn en skýtur þarna. Tekur hann alveg niður stöng. Nú er Essa með tökla og haldi bara í sóknarsvæðinu. Hinn eru bara hann að elta. Atli heldur hann á minni. Martin í pressunni en hvað gerir Atli? Kemur með léttan og þetta sér tæpur maður. Munaði litlu þarna. Þarna voru 2 mættir í slottið. Já. Þetta var fínt blokk. Fínt blokk. Bæði skipta. Og Holly Staples. Maður sér ekkert hvað hann er búinn að verja í kvöld sko, en það er eitthvað alveg haugur. Jájá, mér sýnist hann að vera með 89% vörslu. Og Jakob Uppkastið er í gangi. með 92% Essa vinnur uppkastið. Hérna Kilva á milli og pökkurinn berst inn í okkar varnarsvæði. Jakob sendir fram á Una. Birkir lætur finna fyrir sér. Já.
Unni Fortekar hérna, Birkir kemur í aðstofuna. Þú sér muningústi, það eru komin 26 skot á marki hjá Fjölnir á móti 11 og Assa. There lies the hound Graven. Já. Viktor, kemur hann gjúttirir, Unni pressar á það. Unni skilur hann eftir. Gunni Ara. Hanna. Kemur bara og skýtur. Bergþór Bjarmi. Og Birkir, hvað gerir Birkir? Sendir hann yfir og munaði litlu hanna. Vel hugsaður Birkir. Sjáu baráttun í þessu, góð barátta. Bjarmi stimplar hann hanna. Svo taka þetta bara rígrúpa. Senda hann létt hann yfir. Gunni Ara. Þau bara sjálfur, ekki þessu. Vel gert hjá Gunnar, búinn að vinna 3 menn. Andri Sverris. Hann býður bara til skiptingunni. Anna koma þær í hjálpina. Andri heldur hún ennþá djúft. Dömpar hann bak við markið, þar voru við með 2. Bjössi Jakobs. Fjölnir, þarna eru þeir mætti á okkur. Halldórsmúla. Og Pétur er ekki Halldór með hérna. Martin pressar á Pétur. Pétur snýr bara strax. Og þeir halda bara áfram. Ekkert þessin. Pétur nærum yfir. Fjölnir kemst á milli. Andri Sverris kemst inn hérna og pökkurinn inni. Pétur djúft. Æ. Og alltaf endar þetta hjá Viktori. Fjölnir óvart aðeins niður. Já. Emil. Og nú langar ekki svo. 50 sekúndur sem lifa af þriðjulótu. 3-1. Þetta er ekki komið ennþá. Þetta er á leiðinni. Hanna. Sjáðu núna. Kemur þetta, Andri. Captain Fantastic setur það. Þetta var glæsilegt. Já. Fyrirliði fer fyrir sínum mönnum og setur þetta 4. mark Víkingana. Hann var ekkert að setja hann í skeytin eða niðri, hann var bara í miðju hæð á markinu bara. Það var geggjað. Og ef þú sér þetta. Engin hanski, engin kill og engin líf. Nei, það sem að gerist þannig er það að Heiðar kemur í rykkinguna og hótar fjærstinginni. Já. Þess vegna fer markmaðurinn. Já. Þannig að vel gert hjá Andra maður. Þetta var flott spil. Haha, gamli olíulampinn. Að setja hann. Hann er alltaf tilbúinn að draga kerruna gamli. Frábær leikmaður, Andri Már Mikaelsson. Enda ná frendi minn sko. Ekkert af því skaði sko. Nei, það er bara þannig sko. Þetta er ekkert flókið. Nei, það er blóðböndin. Það er líkistu nagli kominn. Þetta er formsatrið núna að klára þetta. 30 sekúndur eftir. Það er bara átta. Heiðar komin í færi. Kemur bara! Skýtur hann í hálsinn aftur. Já, hérna. Þetta er ekki gott. Þetta var ekki gott. 20 sekúndur eftir. Já, hann fann örugglega fyrir þessu. Þetta var ekki... Já, það er búið að flauta leikinn af, sýnist mér. Já, leikurinn er búinn. Það eru 20 sekúndur sem lifa markið, en hann er ekkert að fara aftur í markið. Hann var búinn að fá skot í hálsinn á hann og harkaði þetta af sér. Páli Stefnes, við tökum hattinn ofan yfir honum fyrir að halda áfram. Stóð sig eins og hetja. Vel gert hjá honum, en okkar menn í innbænum, SA Víkingarnir, vinna annan leik samfærandi, voru í hárri pressu allan leikinn. Þökkum Fjölni fyrir hetjulega baráttu og fyrir komuna. Stóðu sig eins og hetjur, undirmannaðir. Og hérna, en leikurinn er úti. 2 leikir á morgun, minnum á þá 10 fyrirmáli stelpundan okkar, 16:45 strákundan okkar. Mætið endilega á báða leikina eða hlusti á útsendinguna. Tæknimaðurinn okkar, Eiríkur Rauði, verður með þetta allt í beinni á YouTube. Seltum allan heim, fullt af auglýsingum, ekkert mál og auglýsingar að auka. Og já, við förum yfir markaskórarna kannski. Jói, já sko fyrsta markið er Unnar Rúnarsson. Hann bara kemur rólegur og býður og setur hann í skeytin. Annað markið er Jóhann Leifsson með nakkarskotið. Með hálfsendingu sem hann langaði ekki að senda. Og skaut æft skot aftan í öxlina á Holly Steilers. Og sett hann. Það klappa fyrir Holly. Já, þriðja skotið, þriðja markið okkar er Atli Sveinsson. Eftir frábæða langa sendingu frá Gunnar Ara. Já, það var samspil hjá Gunnar og Ara sem er óvelótu. Hann fer bara fram og þeir eru bara einu fleiri. Hinn er að dekka. Atli kemur þarna sem aukamaður inn og bara smyr sig í gegn. Yes. Svo kemur 4. mark Víkingana og það er Captain Fantastic Andri Már Mikaelsson sem kom bara á, já, hann sett hann bara. Sett hann það sem átt að setja hann. Já.
Hinum megin þá komu þeir inn í aðra lotu Fjölnismenn og það var Hilmar Sverrisson sem að eftir sendingu frá hérna Emil Allegard. Emil beið lengi, teygði á þessu og Hilmar var uppi á toppnum og sett en falli í skeytin. Og þar við situr, 4-1. Við erum glaðir og eigum örugglega eftir að Eiríkur Rauði örugglega eftir að planta okkur til að lýsa eitthvað hérna áfram í úrslitunum eða eitthvað en sennilega verður ekki hérna á morgun. Gústi þarf að mjólka og ég þarf örugglega að fara að gera við bílinn eða eitthvað. Svo er alltaf hokkjaðing annarkvöld fyrir okkur, félagunum. Þannig að við þurfum að vera útkvildir. En þökkum kærlega fyrir okkur, alltaf gaman að vera hérna og takk fyrir áhorfið. Já, takk fyrir. Og verðum í bandi.